Good afternoon. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta reddast. Þetta reddast, já. Everything's gonna be all right. Þetta fer allt vel. Okay. Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we thank you for this day. Dróttur, við þökkum fyrir þennan dag. We thank you that you brought each one of us here today. Þakka þér fyrir að færa okkur öll hingað í dag. And you have a message for each one of us. Og þú ert með skilabóð til eins og sérhvers okkar. Speak through Hilmar and myself today, Father. Talaðu gegnum Hilmar og mig í dag. Use us as your vessels. Nota okkur sem þín ker. Seed our lips with your call. Smurðu varir okkar með þinni köllum. That we would only say what you once said. Að við segjum aðeins það sem þú vilt að sagt As you wanted said. Eins og þú vilt að þessi sagt. In Jesus' name. Í Jesú nafni. For your glory. Fyrir þína dýrð. Amen. 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 We live in interesting times. Yes. Við lifum á áhugaverðum tímum. To say the very least, we live in very interesting times. Við lifum á mjög áhugaverðum tímum. And it's very interesting because God woke me up in the early hours of Thursday morning. Guð, hann vakti mig upp snemma á 5. Before I knew I was preaching today. Áður ég vissi að ég ætti að predika í dag. But obviously he knew I was going to. En augljóslega vissi hann að ég ætti að gera það. And he led me to Jeremiah 29. Og hann leiddi mig að Jeremía 29. Verse 10 through 12. Vers 10 til 12. And I'll summarize it. Og ég dreg þetta saman. So Israel has been in Babylon about 70 years. Þannig Ísrael búinn að vera í herleiðingu í Babylon næstum 70 ár. And God is speaking to Jeremiah the prophet. Og Guð að tala til Jeremía, spámannsins Jeremía. And he says, when 70 years are complete for Israel in Babylon, I will visit you, God says. Og Guð segir að eftir 70 árin þá mun ég heimsækja eða vitja þar. He will fulfill his promise and bring them back to their place. Og hann hafði lofað þeim að hann myndi færa þá aftur í heimalandið. For he knows the plans I have for you, declares the Lord. Því að hann segir, ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggjum með yður. Plans for your welfare, not for evil. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. To give you a future and a hope. Að veita þér vonaríka framtíð. Then you will call upon me. Og þá munu þér ákalla mig. And come and pray to me. Og fara og biðja til mín. And I will hear you. Og ég mun bænheyra yður. As I read this, þegar ég las yfir þetta, the words that hit my heart like a two-edged sword. Orðin sem að skárust í hjarta mitt eins og tvíeggja sverð. Come and pray to me. Komdu og biddu til mín. You see, in this time we find ourselves in right now in the world, á þessum tíma sem við finnum okkur í heimi þessum, it's imperative that we know our God. Þá mikilvægast að við þekkjum okkar Guð. Eternal life is this, that we know the Father and the one whom he has sent, Jesus said in John 17. Í Jóhannes 17:3 þá segir hann þetta hið eilífa líf, að þú þekkir Guð og þann sem hann sendi, son sinn Jesú Krist. And in Matthew 7:21-23 we see a caution. Í Mattheus 17:23 og þá sjáum við hluta af þessu. They were praying and casting out demons in my name. Og þeir voru að reka út illa anda í nafni Jesú. And Jesus turned around and said to them, depart from me, I know you not. Og hann sagði, víkið frá mér, ég þekki ykkur ekki. You see, it's not a time for us to be shy and back-footed. Það ekki okkar tími til að vera feimin og afturhaldssöm. But for a time for us to push into the personal relationship with the living God. Heldur tími til að pressa inn í þetta samfélag, persónulega samfélag við Guð. For with him all things are possible. Því að með honum allir hlutir mögulegir. Amen. But we need to know him. En við þurfum að þekkja hann. It's not good enough just to know about him. Það ekki nóg að bara vita hann. So let me ask you a question. Og leiðu mér að spyrja þig spurninga. Large majority here, I'm guessing, are Liverpool fans. Ég veit að það nokkur í Liverpool áhugamenn hér. I feel sorry for you. Ég bara vorkin ykkur. But if I had to say to you, do you know who Cody Gakpo is? Vitið hver Cody Gakpo Yeah. Já. Oh, he's a 26-year-old
Dutch national player. He came from the PSV Academy. Hann 26 ára hollendingur, kom frá PSG He's now a Liverpool player in the Premier League. og hann spila með Liverpool í ensku deildinni. He scored 3 goals this season so far and 2 assists. Hann búinn að skora 3 mörk og 2 stóðsendingar. We know a lot about him, Við þekkjum ýmislegt hann, but do we actually know him? en þekkjuru hann. And this is the transition I feel God wants us to make. Og þetta eru viðskiptin eða umsnúningur sem ég From trú að knowing Guð about vilja að him. við gerum. From knowing about him Að vita hann, to having a personal relationship with him. yfir í það að eiga persónlegt náið samfélag við hann. He's made it possible. Hann hefur gert þetta mögulegt. God didn't send his son Jesus Christ to die on the cross for some religions. Guð sendi ekki Jésu á krossin til þess að uppfylla einhverja trúarbragðaskyldu. He sent his son to come and make a way that we can enter back into fellowship with him. Hann sendi son sin Jésu Kristus að við getum eignast veginn heim aftur í samfélag við Guð. Yet we still keep our distance. En samt erum við alltaf með þessa fjarlægð á milli okkar. And he's saying, no, Og hann að segja nei, come close. komdu nær, It's time. tími til komin. So, Þannig að there's a few ways in which we can get to know God. það eru ýmsar aðferðir sem við getum lært að þekkja Guð. One of them is in the Word. Ein leiðin eða aðferðin í orði hans. We read our Bible. Við lesum Biblíun okkar. It's very easy. Mjög auðvelt. Jesus is the Word, we see in John 1, 1-5. Jésús orðið eins og segir í Jónasarguðspjalli 1:1. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. He, Jesus, was with God in the beginning. Í upphafi var orðið var Guð og hann var með Guði frá upphafi. He's creating a way for us to have a personal relationship with Him through the Word. Þið sjáu þarna farvegurinn sem okkur veittur til þess að eiga samfélag, beint samfélag við Guði gegnum orðið. Yet we see in Corinthians there's a caution En í Kórinthubréfinu sjáum við varnarorð that knowledge can puff up, að vitneskjan eða þekkingi getur blásið menn upp, but love puffs up, but love builds up. en kærleikurinn hann byggir upp. You see, we are to learn and study the Word, Við eigum að læra og nema orðið, not to give us some fantastic intelligence, ekki til þess að fá okkur að yfirmáta svona yfirhyggju eða vera eitthvað ógeðslega klár, but that we would get to know the living God through it. heldur að við mættum læra að þekkja Guð. So when we are reading the Word, Þannig að þegar við erum að lesa orðið, please do it in a prayerful manner. gerið það á tilbiðjandi hátt. Asking the Father as you read it, what are you saying to me about you? Að þegar þú ert að lesa, spurðu föðurinn, hvað ert að segja til mín eða mig? Because the scary thing is, as you get to know the Father and the Son, Því að það ókvæðanlega að þegar þú byrjar að læra að þekkja föðurinn og soninn, so you get to know who you really are. þá ferðu líka að komast að því hver þú í raun og veru ert. We only get to know who we are when we start to see who the Father is. Við lærum aðeins að þekkja okkur sjálf leið og við lærum að þekkja hver föðurinn er. And at these points and these times in this world, Og á þessum tímapunkti í heiminum, we need to know who we are in Christ. þá þurfum við virkilega að vita hver við erum í Kristi. Otherwise, we can get tossed to and fro. Annars bærust við fram og aftur eins og ykkur sjávaralda. We need to know the authorities with which we have, Við þurfum að þekkja yfirvaldi sem við höfum that we can stand upon it. og við getum staðið styrkum fótum Tell him, get behind me, Satan, og við getum sagt vík burt frá mig Satan in Jesus' í name. Jesú nafni. You see, if we don't know who we are because we don't know who our Father is, Þegar ef við vitum ekki hver við erum að því við þekkjum ekki föður okkar, we have a problem. þá vandamál fyrir höndum. We can be tossed to and fro. Og þá getum við bærst til og frá eins og ykkur sjávaralda. Other ways that we can get to know our Father Á annan máta sem við getum lært að þekkja föður okkar, is being with other believers. það að eiga samfélag við aðra trúa það. I'll encourage you as Hebrews does. Og Hebreabréfið hvetur okkur til, Hebrews 10, 23-25. í Hebreabréfinu 10:25, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is in the habit of some, but encouraging one another, and all that more that you see the day is drawing near. Það segir, gefum gætur, höldum fast við játningu vona voru án þess að kvika, því að trúr sá sem fyrirritið hefur gefið. Gefum gætur hvert á öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðarsamkomið yðar eins og sumraði síður, heldur uppörfið hver annan. Og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Amen. Amen. You see, we need to come together. Við þurfum að koma saman. And the next point on my list, which we'll get to, is sharing our faith. Og það næsta atrið sem ég skrifaði niður að deila trú okkar. But it's important that we're able to do both. En það mikilvægt að við getum gert hvort tveggja. To be able to share our faith in the public place. Að geta deilt trú okkar í almannarýminu. But that's not good enough if we're forsaking the gathering of the saints at our local church. En það gengur ekki alveg upp ef við vanrækjum safnaðarsamkomur okkar. Because we are one body. Þegar við erum einn líkami. Many parts, one body. Margir hlutar, einn líkami. And if you're called to fulfill a certain part in the body, og ef þú aftengdur ákveðnum hluta líkamans, which we all are, sem við öll erum, otherwise God wouldn't have put you in this body. Annars væri Guð ekki að setja þig inn í þennan líkama. He would have put you in a body in which you've got a part to play. Og þá myndi að setja þig í annan líkama sem þú hefur annan hlutskipti að leika. So if we are forsaking the gathering of the saints, þannig ef við erum að vanrækja safnaðarsamkomur okkar, then the body's lacking. Þá skortur í líkamanum. Because you're not there to fulfill the part that you're called to fulfill. Af því að þú ert ekki til staðar til þess að uppfylla þann þátt sem þú ert kallaður eða kölluð til þess að uppfylla. You're not outworking your purpose in the local church. Þú ert ekki að vinna út tilgang þinn inn í hinni staðbundu kirkju. You might be leading many people to the Lord outside of the church. Þú getur vel verið á þessu að leiða fullt af fólki til trúar fyrir utan kirkjuna. Amen and excellent. Amen og frábært. But we're also called to fulfill our calling and purpose in the local church. En við erum líka kölluð til þess að uppfylla köllun okkar innan kirkjunar. And iron sharpens iron. Járn brýnir járn. We sharpen each other. Við skerpum hvort annað. We learn from each other. Við lærum frá hvort öðru. And we grow up and mature together. Og við vöxum og þroskum saman. As one body. Sem einn líkami. And we are told to encourage each other. Og okkur sagt að uppbera hvort annað. With songs and psalms and hymns and spiritual words. Með söngum, sálmum og andlegum ljóðum. How are you going to do that if you don't come together? Hvernig ætlar að gera það ef þú mætir aldrei á staðinn? You can't. Það ómögulegt. It's just not the same when I'm sending a message. Það ekki það sama ef ég bara að senda textaskilaboð. I've got to learn how to send these voice texts. But Ég þarf að I'm still getting there. læra að senda svona talskilaboð. So, we're encouraged to share our faith as well. Þannig að við eigum að deila trú okkar líka. We learn and we understand our Father in Jesus Christ when we start to publicly declare our faith for Him. Og þegar við getum deilt trú okkar hver föður okkar See, we were purchased with the blood of the Lamb. Þið sjáum við vorum dýru verði keypt með blóði lambsins. We are called to be light and salt. Við erum kölluð til að vera ljós og salt. We are called to be a lamp on a lampstand. Við erum að vera lampi sem settur efst á ljósastikuna. Not hidden away. Ekki falin einhvers staðar undir rúmi. And Psalm 96:3 tells us. Í Sálmi 96:3 says, declare His glory among the nations and His marvelous works among all peoples. Segið frá dýrð hans meðal þjóðanna, frá dásemda verkum hans meðal allra líða. Yes. Amen. Já. We are called and instructed to proclaim His glory. Okkur fyrirskipað að tala og tilkynna dýrð hans. Tell of His marvelous works to all the people. Segja frá dýrð hans meðal þjóðanna, frá dásemda verkum hans. There's not one person sitting here today that God has not touched and changed. Það ekki ein manneskja sem situr hér í dag sem að Guð hefur ekki snert við og umbreytt. There's one thing that people can't argue with. Það nokkuð sem að engi getur kvartað yfir eða andmælt. Your testimony. Það vitnisburðurinn þinn.
How God has changed you. Hvernig Guð hefur breytt þér. As God has come through for you. Hvernig Guð hefur aldrei brugðist How þér. God has provided for you. Hvernig hann hefur séð fyrir þér. How God has opened the door for you. Hvernig hann hefur opnað dyr fyrir þig. How God has provided peace for you. Hvernig hann hefur gefið þér sinn frið. How God has done everything I need for life and godliness I have in His Son. Allt það sem að þú þarft til guðrækisins lífs, það hefur í syni hans. Your story Sagan þín is your testimony. vitnisburðurinn þinn. And we see in Revelations 12, Og í Opinberunarbókinni 12. kafla sjáum við, verse 11, í 11. versi, and they have conquered him by the blood of the Lamb og þeir sigruðu hann fyrir blóðlampsins and by the word of their testimony. og fyrir orð vitnisburðarins. For they loved not their own lives even unto death. Því að þeir elskuðu ekki svo þeim eigði lífið. Wow. Wow. I didn't know my testimony was so important, Ég vissi ekki að vitnisburður minn væri svona mikilvægur. but it is. En hann það. And it's good that we know it, Og það gott að við vitum það. that we reflect on it, Að við hugsum það. so we know what God can do and has done, but can do in the future. Ekki bara hvað Guð hefur gert, heldur hvað hann mun gera og getur gert í framtíðinni. Amen. Amen. So I'm going to skip to number 5, which is number 4 actually, but anyway, let's go. We are blessed with the Helper, the Holy Spirit. Ég hoppa hérna aðeins yfir en við erum blessuð með hjálpara, heilugum anda. Amen. Jesus said He would send Him to us in John 14:26. Í Jóhannes 14:26 þá lofaði Jesús að senda hann til okkar. I'm going to read from my wife's favorite translation. Ég ætla að lesa úr uppáhaldsþýðingu konuna minnar It's called the Amplified Version. og það svo kallað amplified eða mögnuð lýsing á textanum. But the Helper, Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf, He will teach you all things, and He will help you remember everything that I have told you. En hjálparinn, huggarinn, lögfræðingurinn þinn, fyrirbiðjandinn, ráðgjafið þinn, sá sem styrkir þig og sá sem stendur alltaf með þér, heilagur andi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, í minn stað, til að vera málsvari fyrir mig og framkvæma í mína þágu. Hann mun kenna ykkur alla hluti og hann mun hjálpa þér að muna allt sem að ég hef sagt yður. Amen. So Jesus sent us the Holy Spirit Þannig að Jesús sendi okkur heilagan anda to help us to know Him and the Heavenly Father. að hjálpa okkur til þess að þekkja hann og föður okkar. And Romans 8 tells us that the Holy Spirit comes to help us in our weakness. Og í Rómverjabréfinu 8. kafla þar segir að heilagur andi hann hjálpar okkur í veikleik okkar. Yes? When we don't know what to pray or to offer or how to offer it as we should, but the Spirit knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Rómverjabréfið 8:26 Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Amen. It's amazing. Þetta undravert. So even when we don't know how to pray, Jafnvel þegar við vitum ekki hvernig við eigum að biðja, God has made a way. þá Guð búinn að búa farveg. We just start praying in the Spirit. Við byrjum bara að biðja í heilugum anda. And the Spirit knows within us what we need to pray. Og heilagur andi í okkur veit hvers við þurfum að biðja. And Spirit to Spirit, we are connecting with our Heavenly Father. Og andi til anda, þannig erum við tengd himneskum föður okkar. And He knows all truth. Og hann þekkir allan sannleikan. So we have no excuse Þannig að við erum án afsökunar. because we have the Holy Spirit within us. Af því að við höfum heilagan anda í okkur. And we also receive the Holy Spirit. Og við höfum meðtekið heilagan anda. We will receive power Og við höfum okkur hefur hlotnast kraftur. to be witnesses. Til þess að vera vitnisburður. To be witnesses. Til þess að vera vitnisburður.
to share our testimony. til þess að deila okkar vitnisburði. The Holy Spirit helps us. Heilagur andi hjálpar okkur. We're also told to worship in spirit and truth. Og okkur sagt að tilbæði anda og sannleika. And we're given a warning in 1 Thessalonians 5:19. Í fyrra Þessalóníkubréfinu 1:19. 1:5:19. 1 Thessalonians 5:19. Say 1 Thessalonians 5:19. Very short verse. Stutt vers. Do not quench the spirit. Slökkvið ekki andan. If you find yourself feeling alone, Ef þér finnst þú vera einsamall eða einsumul trace back in your heart and thoughts, og ert að rúlla í alls konar hlutir í huganum, when did I last feel his presence? hvenar upplýði síðast nærveru hans? And get back there as soon as possible. Og komdu þér þangað eins fljótt og undir. We're not asked to live this life on our own. Við erum ekki tilskipuð til þess að lifa þessu lífi á eigin vegum. It's dangerous for us to try to live this life on our own. Það bara hættulegt að reyna að lifa þetta á eigin forsendum. We need the Holy Spirit. Við þurfum heilagan anda. We need his revelation, we need his guidance, Við þurfum opinberun hans og leiðsögn hans. and we need to keep in step with the Spirit. Og við þurfum að vera í takt við heilagan anda. Don't be foolish enough to think you can run ahead. Og vertu ekki svo mikill fávita og heldur og getur hlaupið á undan. That's when you will stumble and fall. Og þú munt bara reka tána í stein og falla. So, we need to spend time in prayer, Þannig að við þurfum að eyða tíma í bæn. especially in these days. Sérstaklega á þessum tímum. And how should we pray? Og hvernig eigum við að biðja? Matthew 6 tells us, go into your room and pray in secret. Mattheus 7. kapli segir okkur, farð inn í herbyggið, lokaðu hurðinni og byttu í einrúmi. Don't even just go into your room. Close the door behind you. Hann segir ekki bara farin í herbyggið, hann segir lokaðu dyrunum á eftir þér. Or as Jesus did it, Og Jesús gerði þetta þannig. he would withdraw to desolate places and pray. Luke 5:16. Í Lúkas 5:16 þá segir að Jesús hann dró sig á afskekkta staði. Mark 1:35 says, and rising very early in the morning. Og Markus 1:35. 1:35 segir að hann reis árla morguns. While it was still dark, he Það departed. var enn myrkur og hann tók sig afsíðis. And he went out to a desolate place and there he prayed. Og hann fór afsíðis og baðst fyrir. Or in Matthew 14:23, Í Mattheus 14:23, after he dismissed the crowds, eftir að fjöldinn hafði farið frá honum, he went up to the mountain by himself to pray. þá fór hann einn upp á fjallið til bæna. Now I know that early mornings is not for everybody. Ég veit að morgunstundunar ekki fyrir alla. But the important thing is that you seek out quiet, alone time with Jesus. En mikilvægi liggur í því að þú eigir þér enga frátekna stund með You Guði. need to have me and him time. Það þú og hann tími. As much as I want to encourage husband and wives or partners and whatever to pray, Og eins mikið og ég vil uppörfa hjón að biðja saman, you need one-on-one time. þá þurftu líka svona maður og mann bara auglítið til auglitis við Guði líka. The author Richard Foster says Richard Foster, rithöfundur, segir that in silence there is the potential to create the emotional and spiritual space which allows Christ to construct the inner sanctuary in the heart. Hann segir í hljóðinu, þegar það hljóðbært, þá möguleikinn til þess að skapa tilfinninglega næmni og andlegan stað sem að leyfir Kristi að móta innri musteri hjartans. You see, we need to create that space Við þurfum að hanna þennan stað. where it's just the two of us, Það sem þú ert bara auglítið til auglítis. where we can be intimate, Það sem þú getur verið náinn. where we can be very personal. Það getur deilt mjög persónlega. And I'm not talking about you being quiet. Ég ekki að tala að þeirra hafa bara hljótt. That's not what I'm saying. Það ekki það sem ég að segja. I'm saying it's just the two of you, Það bara þú og hann. where you are open and Jesus is open to express each other as
you're comfortable to do. Og það sem þú ert í öryggi að geta tjáð þig bara eins og þörf krefur. My one-on-one times with Jesus is not always quiet. Og mínir engartíma með Guði ekki alltaf hljóðlátir. There's been a few times where my wife said, we don't want the neighbors to hear, sir. Og það hafa verið nokkuð skipti sem að kona mín bankar í mig og segir, heyrðu, þú vilt ekki að nágrannar heyri þetta. So we need to understand it's just you time. Þetta bara svona þinn tími með Guði. So how do we come to prayer? Hvernig mætum við til bæna? We need to come as we are. Við þurfum að koma eins og við erum. Don't pretend. Ekki í einhverju þykistuleik. God knows what you're going through. Guð veit nákvæmlega hvað þú ert að fara í gegnum. He knows everything you need before you even ask. Hann veit hvað þú þarft áður hún biður. But by us being real with him, En við bara vera raunveruleg og heil gagnvart honum, it creates the environment where he can be real and honest with us. þá myndast andrúmið þar sem að hann getur verið raunverulegur fyrir okkur. If we come there walking on eggshells, Ef við komum tipplandi á tánum trying to keep all our skeletons hidden in the closet, og erum að fela allar beinagrindunar okkar inn í skápnum, what's God going to do? hvað heldur að Guð geri? He's going to be gentle too. Hann mun vera varfær. But if we come open and honest, Ef við komum opin og heiðaleg, we confess our sins with him. við játum syndir okkar frammi fyrir honum. We confess our struggles to him. Við játum bara strögglið fyrir honum. We invite him to come and change us. Við bjóðum honum velkomin að umbreyta okkur. Then suddenly our lives are transformed from the inside out. Og þannig byrja líf okkar að umbreytast innan frá og út. Because we're not pretending anymore. Af því að við erum ekki í neinum þykistuleik. It's not a fake relationship. Þetta ekki eitthvað gervisamband. It's sustained and built on the rock, Jesus Christ, who is truth. Þetta byggt á horsteininu Jesú Kristi. For he is the way, the truth, and the life. Því hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Don't pretend with God. Það ekki hægt að vera í þykistuleik með Guði. The only person you're mocking is yourself. Eina manneskja sem þú ert að hæðast að þú sjálfur. We're coming to the altar. Við erum að koma að altarinu. And we are the living sacrifice. Og við erum lifandi fórnin. Coming to lay our life down. Það sem við leggjum líf okkar niður. Say, here I am, God. Þú segir, hér ég Guð. Change me. Breyttu mér. If we are not coming like this, Ef við erum ekki að koma í þessu ástandi, I can tell you now, ég get sagt þér að hér og nú, you're going to walk around the mountain. þú mynd bara að fara hring eftir hring í kringu sama fjalli. You're going to walk around the mountain. Þú mynd bara að fara aftur sama hring eftir hring yfir kringu fjalli. So there's a willingness Þangað til það viljugt hjarta to be changed. til þess að umbreytast. We're coming into his courtroom. Við erum að ganga inn í forgarða hans. He's the loving Father. Hann hinn elskandi faðir. He knows us personally and intimately. Hann þekkir okkur persónulega og náið. And he wants the very, very, very best possible for our lives. Og hann vill bara það allra mögulega besta fyrir líf okkar. So when we pray, Þannig að þegar við byggjum, rejoice always. þá erum við að fagna í sífellu. Pray without ceasing. Biðja án afláts. Because yes, we have the quiet time in the sanctuary, in the inner room. Jú, vissulega við eigum þennan hljóðláta augliti til auglitis tíma. But we are called to pray without ceasing. En við erum kölluð til þess að biðja án afláts. So as we are living out our lives every day, Og við erum að lifa út líf okkar dag hvert. driving in the car, Við erum að keyra í bílnum okkar. standing in the queue at the supermarket, Við erum í röð í bónus. sitting in a meeting trying to figure out what's going wrong. Og við erum á okkur fundi og reyna að fatta hvað eiginlega í gangi. Perfect time to be praying. Þá fullkominn tími til þess að Praying vera in í the bæn. tongues. Biðja í Praying in the tungum, spirit. biðja í andanum, Asking God. biðjandi Guðs. You see, when we pray in the storm as well. Og þegar við biðjum þá biðjum við í miðjum storminum líka. And we sit there and say, oh, why do storms have to happen to me, Colin? Og við erum ekki að spyrja okkur, akkur alltaf stormur að gerast í lífi mínu? Let me clarify any myth for you. Leið mér aðeins að bara ganga og skugga einhverja mystík í þessu. God doesn't take us into a storm Guð fer ekki með okkur inn í storm so that he can figure out where we're at in life. til þess að hann geti komið staði hvar þú ert stattur í lífinu. He allows situations and circumstances to come Hann leifir kringustæðum að koma
that we know ourselves, að við þekkjum okkur sjálf. what our character flaws are. Sjá hver okkar misbrestir í karakter eru. What needs to be changed in our life. Hvað þarf að umbreytast í okkar lífi? You know, the olive has to be crushed to produce the oil. Það þarf að kreista ólífuna til þess að fá ólífuolíu. The grape gets crushed to produce the vine. Og vínberið kreist til þess að búa til gæða vín. So God uses situations and circumstances to show us Þannig notar Guð kringumstæður til þess að sýna okkur what still needs refined in our life. hvað þarf að fæja og fegra í líf okkar. Because He loves us. Af því hann elskar okkur. And we think we are doing wonderful. Þegar við höldum að við séum alveg frábær And your wife's saying, ha, ha, ha. og konaðinn lítur á og segir, já, einmitt. But God knows us. En Guð þekkir okkur. And I tell you, the hotter the fire, Því heitari sem eldurinn the purer the metal that comes out. því skýrara verður silfrið sem kemur út. That's why James tells us. Þess vegna segir í Jakobsbréfið. Oh, let me try and remember this. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Jakobsbréfið, fyrsti kapli, annað vers. Álítið það bræður mínir, eintómt gleðiefni þið ratið í ýmiss konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta vekur þolgæði. En þolgæðið á að birtast í fullkomnum verki til þess að þér séð fullkomnir og algjörir og yður sé í engu ábóta vant. Amen. 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 You see, we have to go through the storms and the Þið sjáum trials við verðum að fara í gegnum stormana and the situations and the circumstances. og raunirnar og kringumstæðurnar. Because that's how we get refined and become more like Christ. Því þannig erum við fáuð og drossið fer úr líf okkar. And God uses all sorts of things to do that. Og Guð notar alls kyns hluti til þess að gera þetta. For some of us, it might simply be traffic in the morning. Og fyrir suma þetta bara umferðin á morgnana. You're driving along the... Oh, really? Og þú keyrandi þarna alveg bítandi á jakslum. God's saying, you still need a bit more patience, Caleb. En Guð að segja kannski, vantar ekki bara smá þolgæði. It might be people. Kannski ertu önugur eða önug við fólk. It might be a change in work circumstances. Kannski breyttar vinnuaðstæður. But it's for our benefit. Þetta í okkar þágu. Wants to change us. Hann vill umbreyta okkur. Now, if we have time, we'll look at Matthew 6. Kíkjum í aðeins í Mattheus 7. kapla. And I was reading this, the Lord's Prayer. Og þetta Faðir vorið. And actually I felt God encourage me. Og mér fannst Guð vera að uppörva mig. That this is not just a prayer that we need to recite. Þetta ekki bara bæn sem við þurfum að fara með svona utanbókar. It's a blueprint for how we should be praying. Heldur þetta grunnteikningin af því hvernig við eigum að biðja. Our Father in heaven. Við segjum, Faðir vor þú sem ert á himnum. So we are praying to our Father. Þannig að við erum að biðja til föðurins. We are praying, God the Father. We are praying to our Father. Við erum að biðja til föður okkar. This is the relationship there and the tone in which we are praying in. Þetta samfélagið og tónnin sem við eigum að biðja í. Between a father and a son or a father and a daughter. Milli föður og sonar eða föður og dóttur. And hallowed be your name. Helgist þitt nafn. So you be exalted, you be glorified, you are holy. Þannig að Guð verði upphafinn, hann heilagur, hann dýrlegur. And it's with that attitude that we are coming in to pray. Og það með þessu viðmóti sem við komum til bæna. That he is holy and righteous. Að hann heilagur og réttlátur. His kingdom come. Að hans ríki komi. His will be done. Að hans vilji verði gerður. So I'm coming in, I'm saying, I'm laying it all down. Þannig að ég kem inn og segi, ég legg allt til hliðar, surrender legg allt all. hliður. Ég gefst öllu. You see, I can come in with my list. Ég get komið til bæna með minn lista. I need a new car, Lord.
Ég þarf nýjan bíl. I would really like a new job. Ég held ég þurfi nýja vinnu líka. I'd like a new purpose in the church. Og ég myndi vilja fá okkar nýtt verksvið í kirkjunni. My wife needs a bit more patience. Og kona mín þarf meira þolgæði. Wonderful. Já, frábært. But it's not my will, but your will be Það ekki done. minn vilji heldur verði þinn vilji. So we come in and we open ourselves as to what does God want us to pray for. Þannig að við komum með þessu viðmóti, hvað vill Guð að við biðjum fyrir? Your will be done on earth as it is in heaven. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. How are you going to use me, Father, to outwork your will on earth? Hvernig ætlar að nota mig, Guð, til að gera þinn vilja hér á jörðu? I'm available, God. Ég aðgengilegur, Guð. Give us this day our daily bread. Gef oss í dag vårt daglegt brauð. And we recognize that God is the provider for all we need. Og við gerum okkur grein fyrir að hann sér fyrir öllum okkar þörfum. Both in the physical Bæði í hinu líkamlega and the spiritual. og hinu andlega. It's not just that it's a spiritual thing. He's going to give me a scripture I'm going to read every day because I get a daily devotional now. Þetta ekki bara andlega, hann gefur mér eitthvað biblíuverð sem ég get bara hugleitt daginn út og inn. Every day my app sends me a new verse I need to read. Og ég alltaf að læra ykkur ný biblíuvers. Yes, that's the spiritual feeding that God will give Jú, us. það andlega fóðrið. But we recognize in life that the job we have is through Him opening the door. En við gerum okkur grein fyrir því að það hann sem opnar dyrnar í lífum okkar. The house we are living in is because He's provided for it. Að húsið sem við búum í vegna þess að hann sá fyrir því. And I go so far as to be cheeky enough to say that the spouse that we have is because He provided it. Og við getum jafnvel verið svo lúmska að segja, jafnvel makiðinn, það var hann sem að sá til þess að þú fengið þennan maka. So He provides everything we need for the day. Hann sér fyrir öllum okkar þörfum fyrir dagferð. You remember the Israelites in the wilderness. Munið eftir Ísraelsmönnum í eyðimörkinni. He provided manna daily. Hann sá fyrir þeim manna daglega. And every day, if you kept that manna, it was fraught the next day. It was off. Og ef þú hélst meiru heldur þú áttir að taka, þá var það ónýtt daginn eftir. He will provide for our daily manna. Hann sér fyrir daglegu brauði. And forgive us our debts. Og fyrirgef oss vorar skuldir. And all our debts are forgiven us on the cross in Jesus Christ. Og allar skuldir okkar voru fyrirgefnar á krossunum í Jesú Kristi. Every day when we come into His presence, Og hver dag sem við komum í nærveru if hans, there's anything that needs forgiven, ef það eitthvað sem þarf fyrirgefningu, ask Him for forgiveness. bytta hann þá fyrirgefningar. Repent. Iðrastu. But also it says, as we have forgiven our debtors. Svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Forgive those that may have hurt you, Fyrirgefu þeim sem hafa gert á þinn hlut. as you have been forgiven. Alveg á sama átt og þér hefur verið fyrirgefið. Don't hold on to anything. Ekki halda aftur hann inn. It's not worth it. Það ekki þess virði. Unforgiveness is doing more damage to you than to the other person. Ófyrirgefning gerir meiri skaða við þig heldur en hinna manneskjuna. And lead us not into temptation, Og leið oss ekki í freistni, but deliver us from the evil one. heldur frelsa oss frá illu. We are asking God for guidance. Við erum að biðja Guð leiðsögn. We are asking God for wisdom. Við erum að biðja visku We are asking God for His protection, fyrir vernd hans. that He would keep us safe. Að hann muni halda okkur hólpnum In Jesus' name. í Jesú nafni. So, when we truly know God, Þannig að þegar við virkilega þekkjum Guð, 1 John 2, 3-6. í fyrsta Jóhannesarbrefi, 3-6. 1 John 2. annar kapli, 3. vers til 7. vers. And I'm wrapping it up. Og hér kem ég að leiðalokum. And by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way which He walked. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeim sem segjast vera stöðir í honum
honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Amen. This is a time for us to be knowing our God. Þetta tími til þess að við getum þekkt vort Guð. For us to have a personal relationship with him. Að eiga persónulegt samfélag við hann. Not about a head knowledge of him. Ekki bara einhverja vitsmuni að þekkja hann. But a personal relationship with him. Heldur persónulegt samfélag við hann. I want to encourage you. Og ég vil uppörva ykkur. To come along. Don't forsake the gathering of the saints. Að koma og ekki vanrækja safnaðarsamkomur yðar. This Wednesday we have a prayer meeting. Og á miðvikudaginn erum við með bænastund. Praise and prayer. Það sem er lofgjörð og bæn. Here at 8 o'clock on Wednesday. Klukkan 8 á miðvikudaginn. Come along, be blessed. Takið þátt. Verið blessuð. Enjoy. Njótið. But we need to know God. Now is the time we have to know him. Þetta tími sem við þurfum og verðum að þekkja hann. A personal relationship with him. Það persónlega samfélag við hann. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen.